Góða kvöldið allir saman. Sjáu hvað fallegt hérna. Sitja hérna við bryggju núna. Ekki langt frá hótelinu sem við vorum á. Búin að finna mér hérna fína bekk. Auðunni þarna að labba, hann hérna þessi burtu. Hörru, festivalið er búið. Tons og Rock búið. Og við erum alveg hrikalega sáttir með þetta. Þetta var alveg frábært. Aðeins öðruvísi en Wacken sem við fórum á síðast, því að það var allt of stórt. Við sáum 18 hljómsveitir og ég filmaði allar hljómsveitirnar. Get nefnt sem dæmi Kiss, Def Leppard, Carcass, Amaret, Kalma, While She Sleeps, Bury Tomorrow, Slayer, In Flames, Powerwolf, Testament og nokkra fleiri viðbót. Lítið festival, ekki stórt, 10-15 manns, bara mjög flott festival. Og ég lærði eitt á þessu festivali, það er það að saman hvernig ástandi maður er, ef maður hefur einhverja ástríðu fyrir einhverju og maður að halda því áfram, að berjast fyrir því. Vegna þess að það voru eiginlega tveir svona hálf fatlaðir einstaklingar, tónlistamenn, sem voru að spila. Annars er það söngvarinn í Possessed. Hann er lamaður fyrir neðan mitti, hann lenti í skotárás held ég 1989 og hann er lamaður á fótunum. Hann söng og syngur í Possessed, er bara hrikalega flottur söngvari, syngur í hjólastól og er bara virkilega flottur. Ég er búinn að setja vídeo af Possessed inn á YouTube og hins vegar er það trommarinn í Def Leppard. Hann er ekki með arm hérna, hann er ekki með hendi og er alveg, ég fylgist ógeðslega mikið með trommurum. Ég elska trommara en bara þvílíkt respekt á trommarinn í Def Leppard. Ótrúlegt að sjá hann, bara wow. Soundaði geðveikt, það var með rafmagnstrommur, tók þvílíkt trommusólo og það var ekki að heyra að hann væri einhentur. Bara frábært. Og svolítið gaman að geta þess að þessi ferð okkar Auðuns er 10. ferðin okkar erlendis þess að við förum á tónleika. Byrjum á þessu fyrir 19 árum síðan. Við erum búin að fara á 7 festival og 3 staka tónleika. Við erum búin að fara til Noregs, Svíþjóðar, Danmerkur, Þýskalands, Póllands og Bretlands á tónleika. Við erum ekki hættir. Þungarokk er einhvern veginn þannig, við erum báðir búin að hlusta á þungarokk yfir 30 ár hvor. Lítum kannski út fyrir að gamlir. Báðir konur yfir fertugt. Þungarokki er í okkar augum beggja stór hluti af lífi okkar. Og svo ég tala um mig persónulega, þá er það mjög stór hluti af mínu lífi. Ég kom heim á morgun, ég er búinn að taka fullt af vídeói, það eru hellinga efni sem kemur á rásina. Og ég vil bara þakka ykkur fyrir þeir sem hafa hort á þetta. Það er gaman að vita til þess að horfa á þetta. Gaman að vita til þess að likeið þetta og deilið þessu. Bara ítið svo áskrift, gerst áskrifendur af þessu. Ég hef gaman að það búið þetta til. Líka minning fyrir mig. En rock on, kveðið frá Noregi. Þungarokki lengi lifi og ég mun alltaf hafa Þungarokks hjarta. Rock on.